Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, nú ætlum við að ræða þessum innflytjendur eins og sem gert hérna og alltaf lofað að ætla að gera meira af því vegna þess að það erum að gangi í gegnum miklar samfélagslega breytingar og það er mikilvægt að við höfum svona skynjum þær og ræðum þær og áttum okkur á hvaða merkingu þær hafa og hvaða áhrif þær hafa. Það er svo búin að vera að sirpa svona fyrirlestra upp í háskóla innflytjendamál og núna fyrir skömmu var Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, með erindi unga innflytjendur. Af því að hann svolítið verið búið að ræða svona hlutverk háskóla og fræða samfélagsins, jáfnvel elítunnar og allt saman í samfélagsumræðinni. Þessi svona röð ykkar upp í háskóla að fjalla innflytjendur, er það til þess að svara svona ákalli það eða gerist þetta bara sjálfkrafa af því að þið takið veljið ykkur verkefni sem eru áhugaverð? Ég held að markmiðið hafi verið að svara þessu ákalli samtal á milli háskólasamfélagsins við almenning. Ég veit ekki hversu vel það hefur tekist að þetta er búið að vera alveg frábær fyrirlestraröð sem félagsvísindasvið hefur staðið fyrir. Að öllu leyti nema því að flestir sem hafa mætt eru aðrir háskólakennarar. Og þau eru að messa fyrir kórnum. Já, þannig að það er svona, við þurfum greinilega aðeins að leggja höfuð í bleyti og svona finna leiðir til þess að tala. Ein leið er að koma hingað. Ein leið, það var akkurat það sem ég var að hugsa. Ég ætlum kannski að fá fleiri, hvað var áhugaverð sem að þú hefur fylgst með sem er ekki þinn? Einmitt. Mér fannst gaman að heyra í Gylfa Magnússyni hagfræðingi, prófessor í hagfræði. Hann var að tala svona aldurssamsetningu Íslendinga eða þjóðarinnar. Það er mjög svolítið rætt hér. Já, akkurat og það er auðvitað bara mikilvægur þáttur í þessu að Íslendinga myndu í raun og veru væri ekki sjálfbær þjóð eða væri ekki fyrir innflytjendur að öldrun þjóða eða öldrun Íslendinga. Við stæðum ekki undir í velferðarkerfinu án innflytjenda sem er akkurat öfugt við það sem er haldið fram. Akkurat að þetta hefur í raun og veru verið okkar mesta gæfa að fjölgun innflytjenda á síðustu 2-3 áratugum. Og svona, já, þannig að það var áhugavert og margt annað. Ég bjallaði í Gylfa og fleiri að kom hingað til þess að halda upp þessar umræðum. En það sem þú varst að skoða voru ungir innflytjendur. Já. Og þú ert afbrotafræðingur. Varst að skoða hvort að ungir innflytjendur verið líklegri til þess að komast í kast á lögin eða? Meðal annars, einmitt að því hún nefnir að ég er afbrotafræðingur og titillinn á erindinu mínu í síðustu viku var ungir innflytjendur á Íslandi, tengsl við samfélag og skóla og það var, fókusin minn var þar en bara svona almennur fókus minn í rannsóknum á síðustu árum hefur verið í fyrsta lagi á þessa upplifaða ógn sem er mjög algengt að íbúar lands upplifi þegar að það verður svona örfjölgun innflytjenda og þessi svona fordómar og stereotypa sem að margir hafa sérstaklega á innflytjendu frá ákunnum löndum og hvaða afleiðingar þessi upplifaða ógn og þessi svona á marganhátt ranghugmyndir sem að íbúar hafa aðkomu fólk innflytjendur. Það kom svolítið fréttir frá Reykjanesbæ og Keflavík þar sem að var talað svona mikla ógn og svo kannski kom í ljós að það gat kannski verið bara 3 ungir menn að labba saman út á götu að fólk upplifði það sem ógn. Alveg hreint og þetta er það sem ég verið að skoða af því að þetta er gríðarlega mikilvægt og okkur ætti þetta ekki að gerast hér eins og hefur gerst í mörgum öðrum löndum og í samhengi við þetta er að þetta ýtir undir svona fordóma sem að gagnvart innflytjendum og fordómar draga úr getu og hæfni innflytjenda til að aðlagast samfélaginu þannig að inngilding verður í raun og veru kannski meira svona bara eitthvað orð heldur en að það virki því að það er svo mikilvægt í öllum svona í mínum fræðum og í félagsfræði almennt að þá er talað að
til þess að bara draga úr líkum á því að innflytjendur brjóti á sér, að þá eitt veigamesta atriði að þeir séu hluti af samfélaginu, að þeir tilheyri samfélaginu, að þeir ná að aðlagast og þeir upplifi sjálfir að þeir tilheyri samfélaginu. Þannig að fókusinn núna í minni rannsókn var einmitt hvað hefur áhrif á hvort að ungir innflytjendur sem hér búa upplifa þeir tilheyri samfélaginu. Og svo hefur þessi tilfinning að tilheyra samfélaginu vera hluti af einhver áhrif á afbrot til dæmis. Sem kenning í afbrotafræði ekki að ef að fólk eða hópar upplifi það að þessi ekki velkomin í samfélaginu þá eru þau líklegri til þess að finna sér atorkusemi sinni farveg annars staðar. Alveg hreint og þetta það sem ég að skoða í þessari rannsókn sem ég að gera núna og var að kynna hann í síðustu viku. Hver staðan á Íslandi? Já, í fyrsta lagi að þá byrjaði ég að skoða hvaða mögulegi þættur gæti dregið úr þessari tilfinningu að tilheyra og þá skoðaði ég upplifaða mismunun, þar að segja hvort að ungt fólk, og ég ekki bara að skoða innflytjendur, heldur ég auðvitað að skoða bara öll ungmenni og ungmenni með íslenska bakgrunn auðvitað til samanburðar. Og þá ég að skoða, og svo annar hópur á milli sem kannski sem eru með íslenskan bakgrunn en bera kannski með sér geta verið brún á litin eða það sem annað foreldrið erlend. Akkurat. Það ekki svona sér hópur sem dettur á milli sem getur upplifað svona höfnun í samfélaginu, eitthvað slíkt. Já. Þó það séu kannski fólk sem fætt bara í líðakverfinu Jú, einmitt, og það mikilvægt fyrir þetta fólk sem að skoða þetta svona eins og ég að vera meðvituð það að hópurinn ekki einsleitur, þetta ekki bara innflytjendur og svo innfættir og ég fór þá leið að skipta hópnum upp í 3 og þá það þessi fyrsta kynslóð sem fæddist ekki á Íslandi, hvorugir foreldrar hafa fæðst á Íslandi og svo það þessi önnur kynslóð sem að fædd á Íslandi en á báða foreldra sem eru fæddir erlendis og svo hina krakkana. En að því að ég að gera svo kallega meginlega rannsókn þar sem ég bara með rosalega stóran hóp sem svarar spurningakönnun á iPad í skólanum, bæði elstu bekkinga í grunnskóla og svo fyrsta árið í framhaldsskóla. Þannig ég ekki að tala við sjálf þessa krakka og fá svona dýpri upplýsingar, heldur ég að skoða þetta svona heildrænt. Og í þessari stóru könnun sem þau svöruðu að þá eru þau spurð hvort að þau upplifi að þau tilheyri hóp sem beittur óréttlæti á Íslandi sem hefur það verr heldur en aðrir hópar og hvort þau upplifi svona mismunun. Og eftir þessum skipti þessu upp í þess að 3 hópa og þá sé ég auðvitað það sem að ég bjóst við að bæði fyrsta og önnur kynslóð og það ekki mikill munur á fyrstu og annarri kynslóð sem upplifa að þau tilheyri hópi sem beittur óréttlæti, miklu hærra hlutfall heldur en þau sem eru bara með íslenska bakgrunn. En svo eru þau spurð, hvað það? Hvers vegna heldur að þessi komið fram við þig á þennan hátt? Og þá hafa þau valmöguleika ýmsa þætti. Og bæði þessi önnur kynslóð og þau sem hafa flutt til Íslands að það langalgengast að þau segi kynþáttur, að því í könnuninni sjálfur ekki spurt á hvaða kynþætti ertu, en þau segja sjálf að það sé kynþáttur. Þannig að þú veist það ekki eftir þessar niðurstöður hvort að það sé fólk sem frá Norður Afríku og Afríku sem að svara svona og síður þeir sem frá Austur-Evrópu, þannig að þú veist það raunverulega ekki. Nei, ég ekki að skoða það í þessari rannsókn. Að vísu eru þau spurð, ef þau fættust ekki á Íslandi þá eru þau spurð í hvaða landi fættustu, í hvaða landi fættust móðir þín, faðir, þannig að það hægt að skoða það, en þau eru hvergi spurð á hvað kynþætti eða hvað kynþætti þau tilheyra. Það ólíklegt að fólk frá Austur-Evrópu myndi svara þessu að ég verð fyrir óréttlæti út af kynþætti mínum. Það mjög ólíklegt, en það fjórðungur af þessu bæði fyrsta og annara kynslóða krakka segja að þjóðernislegur uppruni sé megin ástæðan. Þannig að það alveg algengt líka. Og þessi krakkar sem að verða fyrir einhvers konar mismunum vegna kynþáttar, að þau geta líka verið bara með alíslenska bakgrunn, verið til dæmis
lengra aftur í ættir eða hópur sem ég var að nefna. Já, akkurat. Þannig að þetta er svona það sem ég byrja á að skoða að upplega mismun og svo skoða ég hvað með tengsl við skólan, hvað með tengsl við jafnaldra. Og það sem ég sá er að ungir innflytjendur eru ekki síður ánægð í skólanum heldur en innfætt. Og þau til dæmis segja að það er jafnhátt hlutfall sem segist myndi sakna skólans ef þau þurft að skipta skóla en þegar það kemur að því að skoða hvort þau til í vinahópi eða hvort þau tengjast jafnöldrum að þá er það sérstaklega þessi fyrsta kynslóð þau sem hafa fluttingað og þá skiptir máli hvenar því eldri sem þau voru þegar þau flutt til Íslands því ólíklegri eru það eigi vini og til einhverju vinahópi sem er kannski skiljalegt og það að því að rannsóknin mín er hluti af svona alþjóðlegu rannsóknarverkefni að þá gat ég líka skoða. Er þetta, til dæmis sá ég að með upplegað mismunun að það var undir 15% sem sögðust upplegað að þau yrðu fyrir óréttlæti og þá hugsaði ég, er það mikið eða lítið af þessu krökkum sem eru innflytjendur á Íslandi og þá er það að því að það er alveg 15% af ungu fólki er alveg, það eru fjölmörg ungmenni, en þá er það mikið eða lítið og þá skoða ég samhengi við öll önnur Norðurlönd og þá er það heldur færri. Það eru hlutfallslega færri með erlendan uppruna hér sem upplifa mismunun. En svona þegar kemur á öðrum þáttum eins og tengslum við skólahverfið eða skólan eða vini að þá er þetta svona svipað á milli Norðurlandar. Heldur færri, hvað er það? 15% hér er það þá 18 það er mest í Svíþjóð. Mest í Svíþjóð, það eru 35% af þeim sem tilheyra fyrstu og annarri kynslóðar upplifa þau tilheyra hópið þar sem eru beitt óréttlæti. Þar sem er komið fram við þau af óréttlæti í samfélaginu. Ein ástæðan gæti verið að samsetning hópsins í öðruvís á Íslandi heldur en í Svíþjóð. Að innflytjendur í Svíþjóð eru náttúrulega meira frá löndum Norður Afríku og Miðausturlanda og Afríku og með Suður Ameríku heldur en hér. Ég tel það mjög líklegt en ég tel líka að skipti máli er að því að Svíþjóð á núna lengri sögu að taka móti innflytjendum og svona á síðustu árum þá hefur umræðan mismunum, kynþáttafordóma og innflytjendur í raun og veru verið miklu meiri heldur en á Íslandi. Þannig að unglingar í Svíþjóð eru meðvitaðri það að þau séu mögulega, það séu fordómar gegn þeim vegna þess að þau séu ekki hvítir Svíar. Þannig að bara það að þau séu svona vöna að tala þetta og setja þetta í orð að þá eru þau miklu líklegir til að svara í könnum að þau séu beitt óréttlæti vegna til dæmis uppruna eða kynþáttar. Ég held að það en líka bara einmitt hópurinn er ólíkur sem innflytjendur í Svíþjóð bara samsetningin á hópnum er önnur heldur en hér. Mjög ólíkur með við hér. En leikur sér að því að bera þetta saman, það var bara mjög ólíkt. Ég man ekki alveg tölunar en eða það var jafnmargir frá Sýrlandi á Íslandi eins og var í Svíþjóð og þá var það mörg þúsund sem eru hérna bara eitthvað nokkur hundruð. Já. Og að því að ég hef haft áhuga á að skoða svona staðalmyndir innflytjendur og fordóma og þessa hugmyndum að innflytjendur sem hættulega og glæpamenn að þá auðvitað í því samhengi skiptir þetta miklu máli að því að við sem búum á Norðurlöndum við erum miklu líklegri til að sjá fólk frá Miðausturlöndum sem einhvers konar öryggisógn og fólk sem er ekki hvít á lit sem einhvers konar að hætta stafi að því. Sem er ekkit einstakt fyrir Norðurlandabúa, heldur er bara Evrópa almennt og Vesturlönd. En á hverju hefur þú áhuga á því að skoða þetta? Er það vegna þess að þetta hefði segjum að þess að hópur stækki sem af ungu fólki sem upplifir að hann sé tilheyri hópi sem nýtur ekki réttlætis eða sé haldið frá það hefur bara takmarkari aðgengi að samfélaginu. Hefur það forspárskildi svona aukin félagsleg vandamál?
Já, og sko að skoða þetta væri í sjálfu sér bara áhugavert rannsóknarefni, en ég hef einmitt áhuga á að skoða hvaða áhrif, hvaða aðrar afleiðingar hefur það að til dæmis að upplega þér sem mismunað eða þú tilheyrir ekki samfélaginu og rannsóknir hafa sýnt til dæmis að þetta hefur áhrif á andlega líðan. Þetta hefur áhrif á hvort þú sér tilbúin að taka þátt í því sem að gerast í samfélaginu, til dæmis bara kjósa, kosningaþáttöku og annað, en svo líka á alla frávikshegðun, hvort þú sért líklegur til að brjóta að þér að beita ofbeldi og gera annað. Þannig að það er líka það sem ég hef áhuga á og það er akkúrat það sem ég skoðaði. Og það sem að í fyrsta lagi þá kannski bara það sem er mér finnst mikilvæg niðurstaða í samhengi við bara svona þær hugmyndir sem ég held að margir hafi innflytjendur á Íslandi, að þá kemur í ljós í mínu gögnum að hvorki fyrsta kynslóð ungra innflytjenda á höfuðborgarsvæðinu, ég ætti að taka það fram að því að ég er að greina höfuðborgarsvæði, né önnur kynslóð innflytjenda er líklegri til þess að brjóta af sér eða beita ofbeldi heldur en ungmenni með alíslenska bakgrunn. Það er engin munur. Og svo skoða ég að teknu tilliti til þessara, til dæmis að upplega þessi mismunað og hvort þessi tengslu við skólakverfið og hvort þú tilheyrir jafningjahópi. Og allir þessir þættir hafa áhrif, en þeir hafa áhrif á hina krakkana líka sem hafa þennan íslenska bakgrunn. Þeir hafa ekki einhver sérstök eða meiri áhrif á ungmenni með erlenda bakgrunn, þau hafa bara áhrif, þar að segja að upplifa að þér sé mismunað, að þú tilheyrir hópi sem er beittur óréttlæti, sú upplifun tengist í hvort að þú beitir ofbeldi eða fremur afbrot. Það eru bara tölfræðilega marktækt tengsl þarna á milli og líka hvort að þið líði vel í skólanum og hvort þú tilheyrir jafningjahópi. Þannig að þessir þættir skipta miklu máli og meira að segja að ég var að skoða þetta sérstaklega með afbrotin og ofbeldishegðun. Þegar ég hef tekið tillit til þessara þátta og svona megin aðstæðna á heimili, að þá eru innflytjendur sem eru af fyrstu kynslóð á þessum aldri, 13 til 18 ára, ólíklegri til þess að hafa brotið af sér á síðustu 12 mánuðum heldur en aðrir. Það hlýtur eiginlega að vera því að þú varst búin að segja að það væri ekki munur á innflytjendum og innfættum. En þú varst líka búin að segja að það væri meiri, stærri hópur hér sem upplifðu sig sérst ekki njóta réttlætis. Einmitt. Og þar að leiðandi hlýtur að vera ef þú upplifir á sér beittur óréttlæti, þá þessi líklegra að það leiði til afbrota ef þú ert innfættur heldur en innflytjandi. Já. En ekki? Jú, algjörlega. Og svona þegar ég segja... Og hvað allir það sé, má ég spyrja því, akkur allir það sé? Akkur eru innflytjendur þolnari fyrir óréttlætinu? Ég held að séu margir þættir. Ég held að sé með, af hverju er þessi fyrst, að því að önnur kynslóð er að hvað varðar ofbeldi og afbrot er rosalega svipuð þessum innfættu. Það er bara engin munur. Og hvort sem þú tekur til hvaða þáttar sem þú tekur til. En þessi fyrsta kynslóð, hún sé marktækt ólíklegri, allavega hvað varðar afbrot, af hverju, þá held ég að sé vegna þess að fyrir utan alla þessa þætti, að þá er bara, ég ímynda mér að það sé bara aukið eftirlit. Að foreldrar séu, þau eru bara fólk sem hefur flutt til Íslands í nýtt umhverfi og sé þess vegna í svona að jafnaði, auðvitað eru innflytjendur mjög fjölbreyttur hópur, en svona að jafnaði í aðeins viðkvæmari stöðu og þess vegna sé bara meira eftirlit. Og kannski minni væntingar að þú tilheyrir. Að þau beigi sig undir það að tilheyrir sögu okkar fjölskyldu að vera hér utangarðs á meðan við erum að koma okkur fyrir. Akkurat. Og þar alveg verði áhrifin á því að verði upplifa það, verði minni persónuleg. Einmitt. Gæti verið eitthvað þannig? Já, algjörlega. Og ég tel það mér að segja fyrir eitthvað líklegt að það sé þannig. En þetta er allavega þetta skiptir máli og í þessu
Já, gríðarlega mikilvæga gagnasafni sem ég eyti miklu tíma og orku í að safna að þá er hægt að svara mörgum mikilvægum spurningum og ég er svona að byrja að gera það og þarna er ég að svara nokkru spurningum sem að er mikilvægt að fá svar við og einmitt bara þetta að því að sko nú er ég ekki að segja það að það hafi ykkur komið fram, stíið fram og sagt það að sko aukið ofbeldi eða aukin vopnaburður ungs fólks á Íslandi að það sé hægt að tengja hann við krakka með erlenda bakgrunn en það hefur samt svona aðeins legið í loftinu. En maður segir bara alveg svo. Það hangir í umræðinni. Það hangir í umræðinni. Já, og það kannski sömuleyti má sjá svona eitthvað svona bías í fréttum en til dæmis þegar það kom út í svona umræðu þá hangir þetta í loftinu og dettur oft út munnin á okkur. Já. Fullering. Já. Og þess vegna er þetta mikilvægt og í þessu samhengi að því að ég fór nýlega á ráðstefnu, á afbrotafræði ráðstefnu norrænna afbrotafræðinga sem að við vorum öll komin þarna saman sem erum að gera svona afbrotafræðilega rannsóknir á Norðurlöndunum. Vorum í Svíþjóð núna miðjan maí og þar var ég með erindi þar sem ég var að skoða öll Norðurlöndin og þar sem ég var einmitt að fara í gegnum þetta. Bara hver eru raunveruleg áhrif af innflytjandastöðu á glæpi. Og ég safnaði að mér alveg gríðarlega miklu magni af upplýsingum, rannsóknum og tók það saman. Og það er svona í stuttu máli að rannsóknir sem byggja á lögreglugögnum, sem byggja á opinberu gögnum, sýna í öllum löndunum, öllum 5 Norðurlöndunum, sýna það að innflytjendur eru miklu líklegri eða töluvert líklegri til þess að brjóta af sér heldur en innfæddir. Það er bara alveg skýrt. Þeir eru líklegri til að vera í fangelsi og fá dóm og til að vera handteknir á lögreglu. Það er alveg skýrt. En þá verður maður að hafa í huga bara áratuga rannsóknarniðurstöður frá öðrum þjóðum sem hafa skoðað til dæmis eins og kynþáttamiðaða löggæslu og hvaða áhrif það hefur á hvernig fólk fær öll viðbrögð í réttarkerfinu og hvort að þú teljist grunnsamlegur, hvort að þú sért undir eftirliti, hvaða áhrif það hefur að vera í minnihlutahópi, að það gæti verið ykkur skekkja í gögnunum sem að þessar rannsóknir byggja á og þá fór ég og tók saman allar rannsóknir sem hafa verið gerðar á síðustu svona 10-15 árum á Norðurlöndunum sem ekki nota lögreglugögn, heldur sem nota gögn byggðan á svona nafnlausum könnunum og þetta eru þá yfirleitt alltaf kannanir meðal unglinga. Og þá verður myndin miklu svona óskýrari og fjölbreyttari og þá er til dæmis þá fyrir eftir því hvaða land þú ert að skoða, eftir því hvaða þáttum þú tekur tillit til, hvaða aldurshóp þú ert með, en svona í stuttu máli að þá til dæmis eins og í Danmerku að þá skoðaði ég eina rannsókn sem hafi tekið saman allar rannsóknir þar sem byggja ekki á lögreglugögnum, sem byggja á svona self-report þar sem fólk segir frá sjálft og þá var engin munur á því hvort þú hefðir innflytjenda bakgrunn eða var innfæddur. Í samskonar rannsóknum í Svíþjóð er munur, þar eru innflytjendur líklegri. Og svo verður myndin svona aðeins óskýrari í Noregi, Finnlandi og svona þannig að þegar við erum að horfa á unglinga og þegar við erum að horfa á gögn sem byggja á svörum þeirra sjálfra og það er engin ástæða til þess að ætla það að einn hópur sé ólíklegri til þess að segja satt í slíkum könnum heldur en annar. Að þá er ekkert skýrt munstur þarna. Þá eru, í Svíþjóð, í ákveðnum borgum í Svíþjóð, að þá eru ungir innflytjendur líklegri til að brjóta af sér, ekki annars staðar. En í hinu löndunum er þetta bara alls ekki skýrt og það bendir ekki til þess að fólki stafi einhver sérstök hætta af innflytjendum, ungum innflytjendum í þessu löndum.
Þannig að En hver munurinn á lögregluskýrslunni og þessum skýrslum, það bara hvernig svarað eða munurinn sá að það búið að taka tilliti til stéttamunar og aldurs og kyns og ýmissa þátta sem getur haft áhrif á afbrotanhegð? Ég held að sé þrennt. Ég held að sé í fyrsta lagi að þá í lögreglugögnum þá ertu með fullorðið fólk og þá ertu með sko hópinn sem líklegastur til þess að vera handsamaður á lögreglu og dæmdur í fangelsi, fullorðna karlmenn sem flytja til landsins á fullorðis aldri og þá bara hópurinn sem umræðir, þar að segja hópurinn sem við hefum mestar áhyggjur af að sé að brjóta af sér og beita ofbeldi, þar að segja karlmenn á aldrinum 20 til 30 ára, þá bara hann svo hlutfallslega stór meðal innflytjenda og þess vegna sjáum við hærri tíðni. Og svo getur líka réttarkerfi verið þannig að það líklegra að sá sem innflytjandi verði handtekinn og dæmdur heldur en hinir. Alveg hreint, það var þáttur númer 2 þegar við þurfum að taka tillit til þess að það sem kallað dark figure of crime í afbrotafræði að það raunveruleikin þannig að aðeins brota þeim sem brjóta af sér handsamaður á lögreglu og ennþá færri eru dæmd í réttarkerfinu og enn færri fá fangelsisdóm. Þar að segja við erum með hellinga fólki sem að brjóta af sér dagstaglega í samfélaginu án þess að lögreglan nokkuð tíman komist á stóðurum hefðum þeirra. Það þannig. Við erum ekki með einhvern 90% af öllu brotamönnum í samfélaginu sem inn í kerfinu. Alls ekki. Og það ekki tilviljunarkennt hver handtekinn af lögreglu og hver sleppur. Við þurfum auðvitað að hafa þetta í huga. Og það alveg frá handtökunni yfir í ákvörðunum eitthvað varðhald, yfir í ákvörðunum ákæru og yfir í dóminn og yfir í ákvörðunum fangelsisdóm. Að ef þú ert innflytjandi, að þá á öllum stigum líkurnar gegn þér. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á hinu Norðurlöndunum benda til þess. Við eigum ekki slíka rannsókn á Íslandi. En og þetta byrjar jafnvel fyrr heldur en bara við handtöku lögreglunar. Þetta byrjar þegar nágrannir hringir vegna einhverja grunnsamlegra hegðunar. Að því að bara hvað vekur grunnsemdir okkar sem almennings og hvað þarf að gerast þannig að við tökum síntóli og ringjum í lögregluna að það eru alls konar hugmyndir sem við höfum ólíka hópa sem hafa þar áhrif og meðal annars hvernig við bara okkar svona hugmyndir hver hættulegur, hver líklegur til að vera að brjóta af sig. Kyn skiptir líka máli. Því stelpurnar væru eitthvað að detta utan í ruslatunnur í ykkur hverfi eða við strákanir, það var líklegur að vera hringt á eða við strákanir erum þetta. Já, og það bara við horfum öðruvísi á samskonar hegðun eftir hver á í hlut. Þannig að þessi bias eða einhver möguleg skekkja að hún byrjar meiri sig áður en lögregla mætir á staðinn. Þannig að þetta þáttur 2 og þáttur 3 einmitt þessi sem þú nefndir áðan hvað búið að taka tillit til. Þegar við erum að skoða upplýsingar afbrot, tíðni afbrot á milli ólíkra hópa í samfélaginu, að þá ekki tekið tillit til þess að ólíkra félags- og efnahagsstöðu sem gæti verið sá þáttur sem í raun og veru að hafa áhrif en ekki hvaðan þú kemur í hvaða landið þú fæddist. Að því að og í þessum rannsóknum sem byggja á svona stórum könnunum sem eru lagðar fyrir ungt fólk, að þar oft verið að skoða eða oftast verið að skoða samskonar krakka. Vitu hvað eru ungmenni með erlenda bakgrunn sem búa hjá báðum foreldrum sínum sem eru báðir bara ágætlega menntaðir, hafa þau meiri líkur heldur en krakka með skiluru. Þannig að búið að taka tillit til að því að það svo margt sem því að við erum manneskjur og það bara ótal margt sem hefur áhrif á hegðun okkar og oft þetta svona flókið að já, það bara þetta talað sem sýndarsambönd í svona megindlegum rannsóknum að það virðist vera sem einhver ákveðin þáttur hafi áhrif á hegðun okkar
En það vegna þess að það eitthvað annað sem hefur áhrif á hvoru tveggja eða tengis hvoru Þannig að það tveggja. þyrfti að reikna tilbaka eins og bara hlutfall atvinnuleysis og fleira í okkurum hópum. Já, Ég man að ég var eitthvað í Frakklandi og var eitthvað að reyna að skilja það samfélag og þar eru náttúrulega stór hópur. Þar sko kannski múslimar með svipaða stöðu og svartir í Bandaríkjunum. já, En það hins vegar að því að lögin í Frakklandi eru þannig að það má ekki skrá sko trú eða uppruna. Það svo flókið að nálgast þess að hvernig þetta En það var samt verið gerða svona ýmsar tilraunir til þess að reyna að meta þetta og þetta voru svo sláandi, ég man eftir einni sem að sagði að líkurnar á því að þú sett atvinnulaus eftir BA-próf eitthvað bara 3% ef þú ert bara svona venjulegu frakki, en 26% ef þú ert sko frá Norður Afríku eða Miðausturlöndum og múslimi. já, Og svo bara var farið í gegnum sko líkurnar á því að þú sett í fangelsi og allt það. Að það var eiginlega sko verri staða þegar maður þekki svona greiningar frá Bandaríkjunum þar sem hefur verið að bera stöðu svartra og þá fannst manni svo sláandi að sjá en hins vegar var það bara svo erfitt að rannsaka í Frakklandi að því það eiginlega bannað að skrá allar líka svona upplýsingar af því að þetta sem sagt samfélag sem að veraldlegt og það og má ekki blanda saman til dæmis trú og ríkinu og þannig má ríkið ekki halda upplýsingum þetta. Það skildist mér að væri sko vandinn að það var svo erfitt að draga svona sambarlega mynd eins og maður þekki svo vel úr Bandaríkjunum þar sem að þetta kemur svo vel fram. En þessi svona ólíka staða innflytjandana og hinna getur verið sko til dæmis með atvinnuleysi og aðgengi möguleika á því að geta haldið áfram í námi. Þekkjum við dæmi þess að fólk hefur velt fyrir sér að skipta nafn sko til þess að geta fengið húsnæði vegna þess að bara pólskt eftirnafn eða fólk færði á tilfinninguna að ég fæ aldrei svar, kannski það út af nafninu mínu og það náttúrulega byggt upp á einhverju upplifun fólks af samfélaginu að dregur þá ályktun að það sé líklega nafnið sem að veldur því að mér ekki svarað. Já, það bara reynslan kennir því það. Kennir því, þannig að það endalið svona þættir. Já. Já, þannig að þetta held ég að þessir einmitt 3 þættir skipti gríðarlegu máli af hverju niðurstöður og rannsóknum sem að Talandum að skipta máli, að núna heyrum við svona fréttir og lesum fréttir og þú gerir það og heyrir umræðu og svona þessi mál og þeir eru mjög svona rannsóknir og fyrirlestur upp í háskóla og sem að kannski draga fram allt aðra mynd heldur neðri undirtónn umræðunar. Já. Og þá var það spurningin sko, þóttu þú komist að þessum niðurstöðum, heldur það hafi nokkur áhrif á almenna umræðu í íslensku samfélagi? Sko, ég held að geti gert það. Ég held að geti gert það, en það gerir það ekki á sjálfu, þú veist, ég að gera rannsókn sem ég birti í ritrýndu vísindatímariti, ég held að það hafi lítil sem engin áhrif. Og það náttúrulega það sem við erum hvött til að gera. Það það sem við eigum að vera eyða tíma okkur í að gera. Þannig að en sko mögulega, ef að, sko ég held að skipti máli að bara fræðafólk sé að eiga í samtali við samfélagið og tala þessi mál og á þann hátt sem að, bara og fyrir alltaf að hugsa að þetta væri á einfaldan hátt. Það þarf ekki að vera, en þú veist, bara svona... Svona hversdagslegan hátt. Já, hversdagslegan hátt. Bara inn í fréttunum, inn í umræðuþáttunum. Já. Ekki upphafið úr einhverju fílabilsturni, ekki eins og þetta fara að mennta okkur. Þetta bara að taka þátt í samræðinni á jöfnhefð. Já. Já, ég sagði á einfaldan hátt, ég var bara að hugsa eitthvað viðtal sem ég heyrði í gær, þar sem að það voru notuð svona fræðileg hugtök í annar ykkur setningu og ég sem hef margar háskólagráður í fræðigreinni skildi ekki hvað var verið að ræða. Þannig að þetta er svona mikilvægt líka að tala bara mannamál sko þegar það verið að ræða þetta. Það nú ágætis hefði hjá ykkur afbrotafræðingum. Já. Afbrotafræðingar svona undan því það hafa verið svolítið virkir í umræðinni á sömuleyti. Já. Frekar heldur margir aðrir svona. Já. Já, Helgi Gunnlaugsson hefur náttúrulega verið bara í fleiri ára að svara fyrirspurnum og ekkert verið smekk við það. Ég held að það sé
Og kannski það hluti af því, fyrir utan kannski baráttu afstöðu og fleira, að það til dæmis held ég að sé öðruvísi umræða fanga á Íslandi núna heldur en var kannski fyrir 20 árum eða 30. Ég held að sé breyting þar á, sko. Já, ég held það. Ég held að sé rétt. Ég eiginlega alveg viss það. Og ég svona, þegar ég flutti til Íslands frá Bandaríkjunum eftir að hafa verið þar í einhver ár í doktorsnámi, að þá stuttu síðar þá man ég einmitt að sko, það vissi enginn hvaða orð ætti að nota á íslensku yfir kynþáttamiðaða löggæslu eða racial profiling by the police og og ég held að eiginlega allir hafi það orð svona eða ég held að þetta sé orðið svona frekar nokkuð almennt að því að hugmyndin að það væri mögulega kynþáttamiðuð löggæsla í gangi á Íslandi eða að það skipti einhverju máli og hefur bara verið svolítið að koma upp á svona síðustu, ég veit ekki, 10 árum tæplega meira að segja og já, þannig að ég held að skipta alveg máli. Hvernig? Okkur finnst alltaf skipta máli að þú komir hingað. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og takk fyrir að koma hingað. Takk. Og ég ætla að reyna að ná fleirum hingað til þess að fleita þeirri umræðu sem hefur verið í þessu fyrirlesturum hingað inn á Rauðaborðið. Já, takk. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.